Næstur á dagskrá hann Haukur Hafsteinsson hjá Marel. Hans erindi á ensku allavega upprunalega. Ég var bara að spá í hvernig hópurinn skiptist, hvort það væri ástæða til að hafa þetta á íslensku eða ensku. Are there some English-speaking visitors here today? Please raise your hand. Nei, ok. Þá held ég við bara höfum þetta á íslensku í dag. Svona til að segja ykkur aðeins frá Hauki. Ég undan með dansku, ég ætla að reyna að skutla sig yfir á íslensku. Haukur lærði tölvuverkfræði í háskólanum, University of Applied Sciences í Þýskalandi frá 89 til 93. Hann búinn að vera hjá Marel í 18 ár og hún er núna leiðtogi fyrir teymi með prógrammerum eða forriturum sem eru að vinna á nýrri kynslóð af GUI frameworki og HMI eða Human Machine Interface fyrir Marel Hardware. Þannig að ég vona að þetta komi svona nokkuð veginn skiljanlega frá mér en ég efast ekki að hann útskýrir þetta betur fyrir okkur. Haukur, gjörðu svo vel. Góðan daginn. Þegar þið fara út í búð í dag að kaupa í matinn, þá mjög líklegt að matur sem þið kaupið, hann sé eitthvað hafi farið gegnum einhverja vélar sem eru í matvæla'iðnaðinum. Það er nokkuð víst. Það er nú þannig að tökum bara dæmi, þú ætlar að kaupa bakka með kjúklingabringum. Finnur bakkan í borðinu, hann bara plastaður og saka fínn og setja á hann svona leibúl eða miða. Nú þarf það að gera þetta í höndum, en það er líka hægt að gera þetta algjörlega með einhverju vél. Raða í bakkan, setja plastið yfir og prenta miða á þetta. Þegar við erum að tala food processing vélar, eða matvælavinnsluvélar, þá flóran ansi breið og það má segja að þær spanni allt spektrum alveg frá því að vera pínu litlar upp í það að vera alveg rísastórar, kannski 70-80 metra langar vinnslulínur. Það sýnir ykkur nokkuð dæmi svona vélar. Hér sjáum við til dæmis prentara til að prenta einmitt svona leibúl á svona bakka. Frekar einföld vél, hún kannski svona há, svona breið, svona stór. Svo getum við verið með risastóra línur sem eru, kannski vinna 50 manns á línunni og þetta kannski alltaf 70-80 metra löng vinnslulína. Eitt dæmi, vél til þess að skera og forma. Nú, fullt af svona vélum saman byggja síðan svona heila vinnslulínu. Og það nú þannig að allar þessar vélar þurfa tölvu til þess að keyra. Vegna þess að þær eru oft mjög flóknar. Það til dæmis verið að velja saman, tökum bara dæmi með kjúkling. Það verið að velja saman kjúkling og það valdið 2 vængir, 2 bringur og svo framvegis og búið til nýr kjúklingur og í vinnsluborðinu eða borðinu sem ætlar að kaupa kjúklinginn, þá allir á sömu þyngd. Þeir náttúrulega vaxa ekki þannig. En þetta gerir maður með svona græjum. Allar þessar vélar þurfa einhvers konar viðmót og þá erum við aðalega með 2 viðmót í huga. Það annars viðmót fyrir þann sem að vinna á vélinni dagsdaglega. Við kalla það operator.
Síðan það viðmót fyrir þjónustumannin sem að fer ekkert mjög oft inn á vélina. Hann kemur bara einstaka sinnum ef eitthvað bilað og svona. Og hann þarf ekkert endilega að fara á viðmótið sem akkurat framan á vélinni á vinnslugólfinu. Og það akkurat hér sem að viðmótið kemur inn í myndina. Það má segja að með tilkomu HTML5 þá hafi viðmót orðið alvöru kostur fyrir vélar eins og þær sem við hjá Marel erum að búa til. Það er nú þannig að fyrir 15 ára síðan þá var ákveðið að búa til viðmót á vélarnar okkar og við köllum þetta M3000 og þetta er það sem við köllum native viðmót. Það er að segja þetta var hannað fyrir ákveðið hardware og keyrir eingöngu á þessu ákveðna hardware. Það er ekkert að fara með þetta og flytja á einhverju önnur device nema með tiltölulega miklum svona tilkostnaði. Það voru mjög harðar kröfur á þeim tíma. Cirka 15 ára gamalt, átti að líta vel út og ef þið skoðið hérna myndina svo sjáu þið það eru hérna raised borders, sunken og svona græjur. Það passa nokkuð neginn við hvernig það leit út hérna fyrir 15 ára síðan. Nú er allt svona meira flatt design. Og þetta átti að performa mjög vel, vera snappy, allt að gerast bara leiðum og ítar og taka á svona. Og þetta átti að keyra á 50 megaraða vél. 50 megaraða vél, það er cirka 1/20 til 30 af því sem að hefðbundnar heimilistölvur og annað í dag. Það eru kannski 1 gigarið. Þannig þetta er svona í kringum 1/20 til 30. Skjástærðin þarna er 640 x 480 pixlar. Og svo er það ein krafi viðbót og það er að við þurfum mikið á remote þjónustu að halda á svona vélum. Það er að segja að það er hægt að hringja inn eða tengja sig um net inn á vélina og sjá hvað er að gerast á henni. Og það er nú þannig að þessar verksmiðjur sem við erum að díla við, þær eru oft staddar einhvers staðar bara inn í miðri eyðimörk eitthvað og það eru mjög lélegar tengingar þangað og lítil bandbreidd. Þannig að þetta viðmót var hannað þannig að það ætti að geta keyrt í gegnum bandbreidd sem væri cirka 1% af þeirri bandbreidd sem þið hafið heima núna í hefðbundinni svona internettengingu. Og þetta átti ennþá að virka fullkomlega, geta ítt að takka og bara hoppar á milli síðuna 1, 2 og 3 sko. Og þegar við talum að hoppa á milli síðuna undir 100 millisekundum eða 0,1 sekundu. Nú, þetta gekk allt saman upp og við náðum algjörlega að uppfylla allar þessar kröfur. En já, eins og þetta kerfi hér, þetta er ekki snertiskjár, það var ekkert komið að neinu viti þarna á þessum tíma. Heldur er þetta bara hefðbundin skjár og takkarnir á hliðinni. Enda er þannig í matvæliðinaði. Það er ekkert alltaf rosalega gott að vera með snertiskjár vegna þess að þú ert kannski í hönskum, þú ert kannski í kuldavettling og svo ertu með gúmíhanska yfir hann og átt að fara að íta á eitthvað svona. Það er ansi stór putti sem þú íta á skjáin. Þannig að það er oft betra að hafa bara takkarna til hliðar. Já, það er þannig með þessi kerfi að þau eru að lesa mjög marga skynjara. Það er að stýra mótorum, það er að trakka stykki eftir færiböndum, vision kerfi
og allt mögulegt. Það þýðir að þegar verið að setja svona kerfi upp, þá verður að geta séð alveg í rauntíma hvað að gerast. Það að segja, þú horfir á skjáinn og þú sér nákvæmlega það sem að gerast akkurat á því augnabliki, á línunni eða í tækinu. Þetta tæki hérna sem þið sjáðu á skjánum, það getur uppfært cirka 30 breytur, hverja einustu breytu á skjánum cirka 25 sinnum á sekundu, án vandræða, hefur tiltölulega lítið fyrir því. Núna eru kurvurnar orðnar aðeins öðruvísi. Núna þarf að vera hægt að keyra svona viðmót á tablet, síma, laptop og sjálfsögðu ennþá náttúrulega á embedded vélni sem á tækinu sjálfu. Þannig að ef maður ætlar að fara að forrita svona native fyrir öll þessi tæki, þá þyrfti maður heldur betur að fjölga forriturum hjá sér held ég. Sennilega tvöfalda þá tölu. Þannig að þetta er mjög erfitt í framkvæmd. En hér kemur vefviðmótið til hjálpar. Þetta er hægt að gera með hefðbundnu vefviðmóti. Skrifar einu sinni vefviðmótið og keyri þá á alls konar tækjum. En vandamáli er það að, sem ég sagði áðan, hvernig ætlar þú að uppfæra 30 breytur til dæmis á tæki, á vef, algjörlega lifandi, er það hægt? Það var allavega ekki hægt með HTML4, það er alveg á hreinu. En með tilkomu HTML5, þá komu nokkrir nýjir skemmtilegir fítusar inn í myndina, sem að gera þetta mjög spennandi. Við erum búin að gera tilraunir á svona kerfum undanfarin 3 ár og tókum þar á meðal í notkun svona mjög nýtískulegt, getum við sagt, embedded þróunarkerfi. Og undanfarið 1,5 ár höfum við gert tilraunir með HTML. Þetta native kerfi sem við verðum að nota heitir Qt. Já, það er svona þetta umhverfi, Qt getum við sagt. Það gerir okkur kleift að forrita sem sagt, já, það er mjög flexible, það er hægt að gera allt mögulegt í því. Það er dálítið stórt footprint sem kallað er, þá á ég við að forriti sem þú þarft að setja á tæki, það er dálítið stórt sig, tekur dálítið mikið. Og reynslan okkar af svona þessu nútímalega kerfi, hún er ekkert alveg nógu góð, það er ekki performar ekki alveg nógu vel, en sleppur til. Nú við höfum líka gert tilraunir með HTML og það er í rauninni mjög spennandi hvað er að koma út úr því. Svona til að bera þetta aðeins saman, og þá langar mér að sýna ykkur þetta hér. Þetta er nú svona það sem við höfum aðeins upplifað. Ég ætla ekki að segja þetta sé einhverjum alvöru rannsóknum. Þetta er svona dálítið okkar upplifun af því að nota native forritun versus það að vera að nota vefforritun á svona tækjum. Aðgangur að hardveri, hann er náttúrulega alveg mjög góður þegar þú ert að gera native forritun. Þú einfaldlega hefur hreinan og beinan aðgang í hardverið. En aftur á móti í vefnum, þar ertu með alltaf þannig módel í gangi. Þú ert með client og server og ef þú ætlar að komast eitthvað í hardverið, þá verður það að fara í gegnum einhvern server. Maturity of technology, en hversu langt er þetta komið? Alltaf native er búið að vera til staðar mjög lengi, þannig að það er til alveg gríðarlega skemmtilegir tóli í kringum það. En vefurinn, hann er nú ekki komin alveg eins langt.
Síðan functionality, það gríðarlega mikið til í native heiminum af góðum funksjónum í þessu kerfi. Vefurinn að sjálfsögðu komin langt í þessu líka, en á ennþá smávegis í land til þess að vera sambærilegur við native hlutan. Freedom and GUI design. Hér eru báðar aðferðir nánast á pari. Þú getur náttúrulega gert hvað sem þegar þú ert að forrita native. En með tilkomu HTML5 þá kemur inn Canvas. Og Canvas gerir eiginlega kleift að teikna hvar sem á skjáin, hvað sem línur og bara allt mögulegt. Þannig að þetta nú eiginlega nánast orðið jafn gott í vefhlutanum. Debugging síðan, það mjög fínt í native hlutanum, það til alveg ógrynni af alls konar tólum og græjum, en þetta alls ekkit síðra þegar kemur á vef, vegna þess að browserarnir sem við höfum nú til dags, þeir eru einfaldlega gríðarlega góðir debuggarar. Mjög þægilegt að vinna í þeim, hvort sem það Firefox, Chrome eða eitthvað annað. Nú, platform coverage, eða hvar getum við keyrt þessi viðmót? Þar vefur klárlega með vinningin. Þú skrifar einu sinni viðmóti og þú getur keyrt þetta á hvaða græju sem svo framalega sem það browser keyrandi á því. Þannig að það mjög auðvelt. Aftur á móti native, þú verður að hanna þitt forrit sérstaklega fyrir þetta ákveðna hardware. Nú, kostnaður í þróun og öðru. Þar vefurinn mun ódýrari. Þú ert bara að forrita þetta einu sinni, nákvæmlega sama máli í rauninni. Þú þarft ekki að vera að forrita fyrir hinni ýmsu tegundir af græjum. Það líka annað sem gerist að mörg af þessum tækjum þau eru með þetta viðmót fyrir notandan, þá sem að vinna á tæki dagsdaglega, og þau eru með viðmótin líka fyrir service. Og þessi viðmót, þau geta aðeins runnið saman þegar maður gerir þetta í vef. Þannig að það rauninni minni kóði sem þú þarft að halda utanum. Svo auðvitað náttúrulega bara mun auðveldara að fá forritara sem að kunna vefforritun heldur en C eða C++ eða eitthvað annað. Svo til dæmis native kerfið sem myndist á áðan, M3000, alfarið skrifaði C og C++. Og það nú bara þannig nú til dags að það ekkit rosalega gott að finna góða C og C++ forritara. Það rosalega auðvelt að uppfæra viðmót í vef. Þú setur bara nýtt viðmót á serverinn og þar með ertu búin að uppfæra alla klæjentana vegna þess að þeir tengja sig inn og hlaða síðun inn aftur og málið afgreitt. Ef þú ert með native, þá þarftu að uppfæra eða installa applikasjónunni á hverjum einasta klæjent. Það mun erfiðara að eiga við það. En þó þetta hljómar alltaf rosalega vel fyrir vefinn, þá eru nú ákveðnir hlutir sem ekkit sérstaklega góðir þar. Og það sem við höfum aðalega verið að reka okkur á, það eru svona, hardware issues eða vélbúnaðar vandamál. Málið það að kerfið sem ég sýndi ykkur alveg í byrjun, M3000 kerfi sem við erum búin að nota núna í 15 ár, það oft sett í hús sem IP69. Það þýðir þú getur tekið, þú getur dýft í vatn og það mun alveg halda áfram að virka eðlilega. Til dæmis nýjasti Samsung síminn S5, hann IP67. Þú getur alveg svona skvetta á vatni, svona hann klikkar ekkert á því. En þegar þú ert með svona lokað hús, þá þýðir það að tölvan sem að keyra inn í húsinu, hún getur bara framleitt ákveðið mikinn hita. Vegna þess að ef hitinn hækkar mikið, þá bara hættur hún að virka. Þannig að þú ert búinn að setja ákveðnar skorður í því
hvað þú getur verið með stóra vél keyrandi. En þannig að örgjör verður alltaf að vera betra og betri og við erum alltaf að fá meiri performance per watt út úr örgjörum. Og það er bara núna nýlega síðastliðin örfá ár það sem hafa komið örgjörur sem eru virkilega low power og geta keyrt alvöru operating kerfi og browser. Svo er þetta með browserana. Þeir eru nú margir en þeir eru ekkert endilega alveg nákvæmlega eins. Ég held að kannast nú öll við þetta. Maður forritar þetta fyrir eitt browser og þetta virkar aðeins öðruvísi í öðrum og ennþá meira öðruvísi eins og þriðja. Þetta er sífellt vandamál þó þetta sé nú mun betra heldur en það var í HTML4. Þar sé HTML5 er aðeins stífari staðall heldur en HTML4. Nú bandbreidd, eins og ég sagði í hérna í byrjun, það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir okkur að geta farið inn á þessar vélar remotely og þó svo að við séum núna flest með mjög góða tengingu heim til okkur og svo framvegis, þá er aftur á móti í einhverju verksmiðju út í einhverju eyðimörk einhvers staðar alveg hræðileg tenging og stundum er bara ekki tenging. Bara núna í síðustu viku var maður frá okkur út í Tasmaníu og það var bara heljarna mál að fá internet tengingu inn í verksmiðjuna, hafið svona á lokum en þetta er nú ekki komið lengra á sums staðar. Þannig það skiptir rosalega miklu máli að gögnin sem er að fara á milli þau séu ekkert rosalega mikil. Mér langar að ræða sérstaklega þann hluta HTML5 sem virkilega er heillandi og hægt að nota, eða gera eiginlega það mögulegt að nota vefntæknina í þessum vélum eins og þessum vélum fyrir food processing industry. Og það er WebSocket. Þetta er eiginlega það sem maður er búin að vera að bíða eftir að kæmi í vefhlutan. Það er þetta sem gerir þetta allt mögulegt. Myndin sem ég sjá hérna, þetta er bara mjög hefðbundið svona setup. Við erum með hérna server sem keyrir einhvern vefþjón og við erum með client sem keyrir einhvern browser. Og þetta virkar bara eins og hefur alltaf gert. Maður fer inn eitthvað url á browsernum og hleður inn einhverju síðu og henni fylgja nokkrar javaskriftur og svo framvegis. Allt samkvæmt bókinni. En síðan bætist við dálítið nýtt sem kemur með HTML5 og það er WebSocket. Þá er annar server settur server megin, svokallaður WebSocket server og hann gerir browsernum kleift að opna hefðbundið socket yfir á þennan server. Og þegar þú komið hefðbundið socket þá getur í rauninni flutt þau gögn sem þér dettur í huga á milli. Það getur verið bænarugögn eða strengir eða hvað sem er. Þú verður algjörlega stjórn á þessu. Nú, þessi WebSocket server, hann getur haft fullan aðgang að vélbúnaðinum. Þetta þýðir að þú ert í rauninni komið með mjög svipaða tengingu við vélbúnaðinn eins og þú hefur í native hlutanum. Það er eftir rauninni með eitthvað forrit og þú tengdur beint ofan í hardware og getur sótt allar upplýsingar 1, 2 og 3. Aðeins hérna varðandi remote access. Ég ætla ekki að fara að segja hér hvor aðferðin er betri, nú kannski til að sýna ykkur bara munin á þessu. Þetta er svo ótrúlega mikilvægt atriði þegar kemur að því að þjónusta á svona vélar. Native, þú ert með eitthvað tæki, keyrir ákveðið forrit og þú ert með eitthvað remote viewer sem er akkurat hannaður fyrir þetta tæki, það þarf að installa á honum client megin og þú sér nákvæmlega sama og notandinn sem er að vinna á tækinu. Þið sjáum nákvæmlega sömu mynd, þú getur séð allt sem að gera hann, hvernig hann fer og svo framvegis. Aftur á móti með browserlausn, þá lítur þetta aðeins öðruvísi út. Þú ert bara með browser öðrum megin og vefinn hinum megin, target megin.
Þið eru að skoða sömu vefsíðuna en þú ert ekkert endilega að sjá nákvæmlega sama og notandinn. Það er að segja, þú sérð ekki hvað hann er að gera fyrir hann er búinn að gera þetta. Hefur sína kosti og galla báðar þessar aðferðir. Það getur ótrúlega erfitt að tala við einhvern í síma og maður heldur hann sé á þessari síðu, hún er rosalega lík einhver annari síðu og hann er akkurat á hinni síðu og þú ert á einhver annari og svo framvegis. Þannig að þetta er auðvitað ruglast. Mér langar að sýna ykkur hérna nokkur dæmi GUI sem við erum búin að skrifa í svona HTML. Þetta eru nú bara, 3 skjámyndir hérna. Þetta er fyrir kerfi sem heitir Innova. Það sem skaffar þessar skjámyndir ofan á tækin. Og sem sagt allt skrifað í HTML og keyrir í rauninni á hvaða device sem er. Svona nokkri punktar í lokin. Það er alveg ljóst að performanceinn í vefnum hann á ennþá langt í land með að ná því sem að native lausnin gefur. Tæki sem bett ykkur á M3000, 50 megarið, 30 breytur, hver þar að uppfærð 20-30 sinnum á sekundu. Það valla hann hafi fyrir því að sé að trufla mikið targetið versus það að keyra þetta á browser á targetið sem er kannski 1 gigarið og þú nærð einni breytu á sama uppfærslu hraða. Það er bara himinn og hafa á milli ennþá. En aftur á móti vef-applikasjón þú getur keyrt bara hvað sem og það er einfaldlega hluti sem ekki er hægt að horfa fram hjá. Svo náttúrulega bara CPU-arnir, þeir eru alltaf að vera betur og betri. Þetta er einfaldlega, þeir eru orðnir svo low power en high performance að þetta er bara að fara að keyra fínt inn í svona litlum húsum. Þannig að við getum fara að nota þeir í þetta sem við erum að gera og keyrt á þeim alvöru operating-kerfi. Það eru smá áhættur í þessu líka. Browserinn er náttúrulega, við erum búin að vera í miklu vandræðum með performance í browserum. Finna browser til að keyra á svona þessum litlu vélum, targetum. Kallum þetta alltaf target þessi litlu tölvur. Og svo náttúrulega bara mikla breytingar í veftækninni. Takk fyrir. Spurningar? Já. Nei. Jú, það er í rauninni stærsta hindrunin, eins og ég sagði áðan sko. Native-vélin, hún getur nánast uppfært 30 breytur og það gerist alveg leið. Þetta er kannski 10-20 millisekundur frá því að breyta kemur inn í kerfið þá til að birtast á skjánum. Og þú ert að ná þessu með browser með ærnum tilkostnaði. 30 breytur á 50 megari vél, ekkert mál. Ein breyta með sama uppfærsluhraða á 1 gigari vél. Bara, það er 80% load. Og þá reyndar vantar inn í það að það sé alvöru 2D eða 3D hröðun. Það er eitthvað sem við munum væntanlega létta töluvert á. En það breytir ekkert, þetta er svo mikill munur á milli að það er alltaf ennþá langt í land. Kannski tími fyrir eina spurningu viðbót. Skvísum við sig inn. Já, mjög mikið. Ekki vandamáli. Þetta er bara alveg þræl virkar, bara mjög flott. Það er danskt fyrirtæki sem upprunalega kom með þetta viðmót. Við erum reyndar að breyta
Hugsmenn hefur verið að vinna fyrir okkur undanfarið að vinna í CSS-málum og það er mjög líklegt að það hefur verið að vinna í að breyta sér dálítið. Þetta er ekki alveg niðurnelt, en já, svo líka höfum við sjálfur verið að gera þetta. Við þökkum Hauki fyrir. Þetta var glæsilegt. Takk kærlega fyrir mjög áhugavert erindi.